Ég er 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það er löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn er spegill sálar þinnar. Ok. Ok, ég ætla að byrja sko, eftir síðasta þátt að segja, þetta heitir Brahma Kumaris, þetta jóga dæmi sem ég fór í þarna og hugleiðslan og það er Lótursetur í Garðabæ, þú veist, af því ég bara fór og sótti upplýsingarnar, af því það er svo aðstæðanlegt að vera með hlaðvarp og bulla bara þegar maður er búinn að þiggja svona stórkostlega gjöf. Einmitt. Heyrðu, en þau eru með ókeypis hugleiðslur þarna í Lóturseturinn í Garðabæ, fólk getur farið og það eru bara frjáls framlög af því að bara allir eiga að hafa aðgang að þessari lýðheilsu. Og við breytum heiminum með því að elska okkur sjálf og eitthvað. Bla, bla, bla. Okay. Það er náttúrulega kannski líka bara ein pælingin það. Já. Á ekki, sko, þarf alltaf að kosta eitthvað. Já, einmitt. Skilur við? Já. Þú veist, þetta er rosalega flott. Hérna, indverska sendiráðið sem er hérna á Tungutunni neðst, þeir til dæmis bjóðu upp á fría jógatíma. Já. Og þeir geta það nú væntanlega þegar þeir eru sendiráð og ég hef aldrei farið. Ég er búin að vera á leiðinni í 2-3 ár en það er víst alveg sko ótrúlega flottir jógar að kenna þar og það er alveg það eru svona 6 tímar á viku sko ókeypis. Já. Einmitt, maður þarf aðeins að vera opnari fyrir þessu, en ég hef líka hugsað bara með mína eigin vinnu. Maður hefur náttúrulega gefið mjög mikið af vinnu, bara í gegnum tíðina. Það er alltaf verið að biðja listamenn að gefa vinnu sína. Og samt er ég ekki dáin úr hór, þú veist. Nei, það hefur ekki drepið þig að gefa vinnu þína stundum. Mína, já, stundum. Og maður fara stundum en ég get alveg það verður nú alveg stundum svona þreytandi, sko. Já. Það sem ég er aðalega að hugsa núna, ég er búin að átta mig á, að því ég beðin að gera allskyns, þú veist, fólk að taka viðtöl við mig eða eitthvað svona bara skólaverkefni í gagnfræðaskólum og menntaskólum, bara allskyns. Og ég segi bara alltaf já þegar ég get sagt já, en núna er ég komið nýtt sem að ef ég segi öll þessi já, þessi litlu korter og 20 mínútur og hálftímar, þá er ég alltaf að brjóta upp flæðið mitt. Já. Og þetta er alveg nýju uppgötvun. Bara, ef ég geti verið bara í flæði að undirbúa hérna sinfóníutónleika en ég þarf að taka kortersfund. Eða ég þarf að allt í raun að hitta einhvern í hálftíma eða eitthvað. Þú veist, já, þetta er ég er ekki að kvarta, ég er bara að segja að ég er að uppgötva. Já, þetta er náttúrulega alltaf spurningum það kann maður að setja mörk fyrir sjálfan sig því að þú veist, það er hægt að segja það er alltaf verið að bögga mig með þessu og þessu og þessu en sko, af hverju erum við að leyfa þetta bögg? Við stjórnum því, sko. Þú þarft ekki að svara símanum og svo getur þú sagt bara nei því miður ég er upptekinn sem er yfirleitt ástæðan, sko. Og alveg satt. En ég er að koma út úr 10 ára tímabili í vedískri stjörnuspeki, þar sem ég er í tunglinu. Ég er búin og þegar ég fór inn í það þá sagði hún, já, þú ert að fara í þjónustu. Þannig ég er að koma út úr 10 ára þjónustu tímabili. Samkvæmt vedískri stjörnuspeki. Og er að fara inn í mars tímabil núna í maí, þannig þá fer ég að ferðast meira. Þegar þú segir þetta þá finnst mér ég líka dálítið að hafa verið í þjónustu. En meira svona kannski síðustu 20 ár. Já, það er kannski lent þannig hjá þér. Já, kannski ég er búin að vera þjónustufulltrúi. Í 20 ár. Í 20 ár. Og dálítið góður þjónustufulltrúi. Þjónustufulltrúi sem ég hef á ævi minni hitt í banka var í Íslandsbanka. Já. Hún hét Þuríður. Og ég var sem sagt í Íslandsbanka þegar ég var mjög ung og hún bara tók mig í gegn. Hún bara var svona eins og fjármála móðir mín. Já. Það gerði þjónustar. Og ég lék þjónustufulltrúa fyrir Íslandsbanka fyrir rúmlega 20 árum síðan í auglýsingum og hún hét Jóhanna. Ég sagði, ég vil hún heiti Jóhanna, eins og Jóhanna af Örk. Þú veist, einhver sem bara er í fararbroddi og hjálpar þér að sjá ljósið í kringu þig. En er ennþá svona persónuleg þjónusta í Íslandsbanka? Það er alltaf, ég meina, náttúrulega allt komið á netið, þú veist, bara eins og heimurinn en það er einstaklingsþjónusta. Þú nærðu þetta í gegnum, þú veist,
hvað heitir þetta, símaverin og allt svoleiðis. Já. Og svo eitthvað svo fín ára yfir Íslandsbanka, allt þetta maraþon og svona. Ég náttúrulega tók þátt í því, ég var líka svona maraþonmæður. Sko þegar þú segir þetta núna, og ég svona bara fer alveg svona inn í hjartað og hugsað, þá er ég alveg búin að fá nóg að því að vera þjónustufulltrúi. Ég verð að viðurkenna. Ég er alveg til að fara að þiggja þjónustu núna. Já, en ég líka verð að viðurkenna, ok, nú er yngsta barnið mitt 18 og verður stúdent í haust. Ég er alveg í svona 3 ár búin að vera að telja niður að síðasta barn klári skólaskyldu, eða mér finnst mennt að vera svona skólaskylda, að klári það, að ég geti hafið sett á mig nýja vangi, sko, öðruvísi vangi. Já. Því ég er búin að vera mamma í 35 ár. Steini er 35 ára, elsta dóttir mín. Einmitt, ég er þá búin að vera mamma núna, í ágúst þá er ég búin að vera mamma í 30 ár. Já. Og það er alveg bara geggjað, en það líka býr til rosalega jarðtengingu fyrir mann og maður verður að hafa svona, vera með lífið svolítið upp á lestarteinum að einhverju leyti, sko. En ég hlakka til að losa alla teinana, sko. Og ég er að gera það. Ég er að losa teinana. Já, einmitt. Mér finnst til dæmis dálítið gaman núna að því ég gist ekki heima hjá mér í nótt, heldur núna kem ég heim og kannski ekki hægt að, við getum ekki sýnt fólki þetta, en í gær hafa vinir Steina og Steina mín sem er verða 17, breytt stofunni í tölvuver. Já. Og veistu það, ég er eiginlega bara dálítið ánægð með það. Mér finnst þetta góð nýting á heimili þegar ég er ekki heima, að því sé breytt í tölvuver. Já, og þeir hafa verið að larpa, þeir hafa verið að skemmta sér konunglega. Já, þeir hafa verið að skemmta sér konunglega. Og mér finnst gott að þeir leggjundi sér stofuna og breyti þessi í tölvuver og líði nógu vel til að vera bara heima hér. Já. Og vera kóngar í eigin ríki. Það er bara dálítið gott, sko. Börnin mín læra bæði inn í stofu, eða sko eldhús og stofan er hjá, sama rýmið heima á mér. Þannig að þau eru ekki inn í herbergjunum sínum að læra, heldur læra þau inn í borðstofunni eða þú veist í eldhúsinu og stofunni. Manstu í gamla daga, að því ég ólst nú upp í blokk, þú ólst upp í einbýlishúsi í Fossvoginum, en í blokkum, svona gömlum blokkum, þá voru barnaherbergin alltaf afskaplega lítil. Þitt herbergi var nú alveg sérstaklega lítið, Steina. Nei, ég meina það var alveg bara skápur. Já. Ég var svona soldið eins og hvað heitir hann nú, ekki Oliver Twist, heldur Harry Potter. Já, undir stiganum. Undir stiganum. Herbergi mitt var svo lítið. En sko, raunin er að börn eru afskaplega lítið inn í herbergjunum sínum. Þau leika sér lítið inn í herbergjunum og yfirleitt, ef að það er mikið að dóti inni hjá þeim, þá eru þau alltaf komin með það allt inn í stofið, inn í eldhús, þar sem að tengslin eru. Þannig að þú veist, þetta er bara vitlaus hugsun. Barnaherbergi eiga bara að vera griðastaður og svefnherbergi. Staður til að kjarna sig. En vegna þess að, þú veist, svo hugmyndum að þau leiki sér inn í herberginu og gangi frá eftir sér þar og allt sér þar. Þetta er svona útópía sem að... Nei, þetta er bara rugl. Ég meina þetta bara er ekki. Nei, þetta er þá, það er bara, við erum svolítið góðar, segja fólki að fara að sofa klukkan 5, vakna á miðnætti og vaka á næturna og hætta að vera með svona stór barnaherbergi. Þá bara allt að vera inn í stofunni. Og svo allt er að gerast það. Veistu það annað, til dæmis eins og með yngri börnin mín 2. Ég var búin að fatta það, hafandi átt 2 dætur fyrr, að leikföng eru stórlega ofmetin. Heyrðu, ég ætla einmitt að segja frá því. Mamma tekur bara krukkuna með sleifunum og sturtar á gólfið þegar lítil börn koma til hennar. Já, það ger ég líka þegar börn koma í heimsókn til mín. Bara pottar og sleifar. Já, pottar og sleifar og ég leyfi þeim að leika sér líka með svona, þú veist, plastskálar og þú veist, svona plastkassa, alls konar og einhvern veginn svona. Vegna þess að engin leikföng slá því út að fá að leika með það sem er raunverulegt. Nei. Skilu, þau hafa ekkert gaman að fake dóti. Nei. Ekki nema bara mjög takmarkað. Já, mjög takmarkað. Svo vilja þau bara komast í það, þú veist, í það sem að við erum að handfjalla og... En svo er annað og það er misjafnt með börnin mín, sum tengdu við það og önnur ekki. Það er svona pleim og svona þegar maður, þú veist, raða býr til svona heima.
Þetta var ég náttúrulega alveg bara endalaust Ég veit að leika það. mér í. Ég dáðist að þér. Ég man eftir þér í Playmo við Steinu þar sem að mátti vart á milli sjá hvor hafði meira gaman, þú eða hún. Og ég hugsaði bara, hvernig getur hún Nei, þetta? þarna- Vegna þess að ég skil alveg ímyndunarleiki. Ég meina, ég er leikari eins og þú. Þannig að ég á alveg auðvelt með að fara inn í heim þar sem ég er einhver annar og eitthvað og svona. En að leika með svona litla kalla eða litla kettlingar eins og Sylvanians og allt þetta. Ég meina, allt þetta drasl hefur náttúrulega gengið í gegnum heimilimanns, í gegnum tíðina. Þú veist, Barbie-dúkkur og svona dúkkur og hinsegin dúkkur og Bratz og þarna litlu Sylvanian kallarnir og eitthvað Playmo líka. En aldrei gat ég leikið með þetta þannig að ég hefði að því nokkra skemmtun. Vá, það er merkilegt. Sko, Steiney á sem sagt Polly Pocket, það var hennar, og Margrét á Sylvanian, alveg rosalega mikið og þær geyma þetta í kössum. Ok, nú kemur upp svona minning af þér að vera að tróða svona lítilli handtösku af Polly Pocket á Polly Pocket. Já. Þú veist, og handtaskan var svo lítilega, þú veist, svona hálft frímerki, 1/4 frímerki. Já, og ég alveg Alveg, veist, það getur verið að þú sért á okkur rófið. Ég held það stundum og ég meina mín stærsta hugleiðsla svo þegar ég verð aðeins fullorðnari, það er að taka til í skúffum. Bara ein skúffa í einu, raða. Þetta var eitt af því sem dettur út Gæti samt ég þegar þú ert með borga lítið þér börn. fyrir að raða í hillur hjá mér? Já, að raða í skúffur. Já, þú getur Vegna gert þess að sko skúffur og skápar hjá mér í eldhúsinu er þannig að það er vissara að hringja á sjúkrabíl áður en þú opnar skáp hjá mér, en það bara dettur allt úr þeim, skilurðu. En ég myndi henda líka öllu sem væri með vitlausar dagsetningar. Já, það er ekki mikið af gömlu, en ég er dálítið dugleg að henda gömlu matvælum. Hins vegar sko hef ég enga tilfinningu fyrir röðun, þetta er líka örugglega einhver röskun, þannig að ég bara svona ýti inn og svo bara loka ég urðinni mjög hratt og vona það að sko hún opnist ekki aftur. Já, einmitt. En svo þegar ég opna hana, þetta skil ég ekki. Þá dettur eitthvað svona í fangið á mig og mér finnst það alltaf jafn skemmtilegt. Já, þetta skil ég ekki. Nei. Ég var einu sinni í sambúð með manni, ég get alveg sagt það, og hann skildi sem á búðina með kommabróður, konungskjöld. Og það var ákveðið, já, nú þrífum við. Og svo kom hann að mér, þar sem að ég var að raða skrúum í verkfærakistu. Hvað, flokkaður eftir stærð? Flokka skrúur og ný verkfærakistu. Guð minn almáttugur allra. Þú sagði við mig, Dóra, erum við ekki að þrífa? Og ég bara, jú. Mér fannst ég bara vera, þetta var bara mest áríðandi sem ég sá að þurfti að gerast. Að taka til ofan í verkfærakistu. Nei, ég meina, ef þú hefði verið maki minn og hefði verið að gera þetta, þá hefði verið líklegt að ég hefði hellt yfir því vítisóta. Í bara svona örvingland, þú veist, ég hefði hugsað bara, fyrir ekki, ég er búin að þrífa 2 baðherbyggi og, þú veist, þurrka af öllum hurðum, öllum gluggakistum og hvað? Þú er búin að flokka hér skrúur í 3 mismunandi rúur, ég meina, dreftu mig. Ég hafði aldrei fyrir tekið eftir þessu sem einhvers konar svona, þetta væri sérkennilegt, að ég festist í svona smáatriðum og litlum hlutum, sko. Heyrðu, en það sem að mig langaði að tala við því í dag var það vegna þess að þegar ég var í Bretlandi, þá varð ég einu sinni alveg rosalega veik. Ég fekk svona sýkingu í nýrun og ég fekk ofboðslega háan hita og fekk eiginlega óráð. Og þá upplifði ég það í fyrsta skipti og fyrsta og eina skipti raunverulega að fara út úr líkamanum. Ég sá allt í einu sjálfa mig liggja í rúminu og af því það er svo kalt í Bretlandi á veturna, þá var ég með svona lítinn rafmagnsofn sem að blés svona hitanum inn yfir rúmið, þú veist, öðru megin frá. Og ég man bara eftir því í þessu óráði að þá svona svíf ég eins og upp úr eigin líkama og ég horfði bara á skrokkinn á mér liggja í rúminu og ég sá hvernig hitabylgjurnar frá ofninum liðu yfir mig þar sem ég lá í rúminu, en ég fann ekki sem sagt fyrir neina tilfinningu og ég sá ofan á sjálfa mig, en sú sem sá hafði engan líkama. Skilurðu, hafði bara vitund
það sem var að gerast. En sko, ég var að lesa í gær vegna þessi tilfinning að leysast upp. Hún hefur ég hef líka upplifað hana í sko svona algjöri örvilnan. Og ég man til dæmis þegar mér var ljóst að þetta væri dauðadómur yfir Stefáni. Þá átti ég svona nótt þar sem ég líka svona bara leystist algjörlega upp og fann ekkert fyrir skrokknum á mér. Og ég var bara svona eins og vitund fljótandi en ég einhvern veginn hafði ekki samband við formið og líkamann. Sko, allt í veröldinni, Dóra, samsett úr atómum, eins og þú veist. Og inn í atóminu eru stærðir sem heita kvarkar og platons. Og inn í kvörkum og platons ekkert. Þannig að það raunverulega sannar þetta að við erum bæði allt og ekkert á sama tíma. Af því allt í heiminum eru atóm. Þú veist, allt sem við sjáum í náttúrunni, allir hlutir, þú veist, veggir, allt búið til úr atómum. En inn í atóminu eru þessar stærðir sem að halda atóminu saman og það ekkert inn í þeim. Og það er þetta sem að fólk tala stundum þegar einhvern veginn það renni saman við heiminn og verði ekkert. Skilurðu? Og ég meina, fólk hefur upplifað í psykadelískum reynslum að bara lenda bara svona einhvern veginn að renna saman við alheiminn og einhvern veginn missa bara hugmyndun það að þú sért eitthvað eitt, þú sért bara einhvern veginn allt. Finnst þetta ekki geggjað? Þetta alveg geggjað. Þetta alveg geggjað! Ég var að panta mér bakættuna. Býtu, hvar ertu? Ég í Icelandair-vélinni. Hún að panta mér bakættuna. Það að fara að hita hana hjá mér, tekur smá stund. Í dag allt fullkomið. Icelandair. Bara að leika Fúsa fyrir norðan, fyrir Sundlaugina á Akureyri og það eru fríar bækur í anddyrinu þar. Og ég fór sér bara, einhverjar bækur hérna sem vilja láta henda sér eða láta tala sig eða eitthvað svona. Heyrðu. Það alveg eins víst að það sé svona ástand fyrir norðan eins og hér fyrir sunnan. Já. Þannig að ég valdi 3 bækur sem kölluðu á mig. Ég fór í gegnum alla bækurnar þarna. Ég valdi 3 bækur. Og það ein heitir Var og verður Birna. Birnu Þórðardóttur. Já. Svo Rósa, líf og störf Rósu Ingólfsdóttur. Rósumál. Og svo Ingólfur Margeirsson Hjá Báru. Nei, vá. Þarna eru náttúrulega bara, þú veist, 3 sko... Dýfur. Já, við skulum segja 3 bara, þú veist, Íslendingasagna konur, sko. Já. Birna Þórðar sem náttúrulega, sko, bara, hvað ég að segja, hún bara, þú veist, einhver helsta, hún svona sjálfstæð eyja í samfélaginu og hefur tekið að sér að vera baráttukona, þú veist, bara allt lífið, skilur við. Hún svona einmana, eða ekki einmana, hún svona, hún stendur ein sem skærulið. Hún hefur dálítið verið svolítið skærulið Birna Þórðar. Já, svona pikkur. Rosalega hugrökk og rosalega, sjálfstæð í sinni baráttu, sko. Og anarkisti eiginlega, sko. Já. Og dálítið góð fyrirmynd af því, þú veist, að láta ekki segja sig hvað hún á að hugsa eða gera. Nei, menna, þetta bara kona sem okkar kynslóð, við vitum allar hver Birna Þórðar Já, það ætla ég að vona. Já. Og ég bara segja, ef einhver veit ekki hver Birna Þórðar, það bara vinsalast að afla sér upplýsingar vegna þess að það bara þekkingaskortur að veit ekki hver Birna Þórðardóttir Og með tattúeran dreka og pardustýr á bakinu, það ekki marga konur að hennar kynslóð með tattú, sko. Ekki svona brjálæðislega tattú. Þú getur nú alveg, sko, ef einhver sér, þú veist, hérna. Þetta nefnilega dálítið flott. Þetta rosalega flott ljósmynd utan þessari bók. Ég hefði nú dálítið áhuga á því að líka Ingibjörg Hjartardóttir ansi góður höfundur. Þetta svona viðtals og minningabók eða svona, þú veist. Og hérna skrifar hún til dæmis. Lestu hérna. Menntaskólinn á Akureyri.
Þann 1. febrúar 1965 sat ég á steini fyrir utan heimavist menntaskólans á Akureyri og drakk brennsluspritt í kók, kogara. Djöfisins viðbjóður enda kom ég litlu niður. En það var 1. febrúar, fyrirskipaður bindindisdagur, búið að halda ræðu og sal og ýmislegt tilvinnandi í því augnamiði að þrjóskast á móti straumnum. Þetta er æðislegt og þetta er kafli sem að Birna var fengin til þess að skrifa fyrir hönd MA-stúdenta 68 og birtist í bókinni Minningar á menntaskólanum á Akureyri sem síðan kemur út 2020. En ég meina þetta er náttúrulega bara sko, þarna er bindindisdagur og hún situr og drekkur brennsluspritt í kók eða kogara í mótmælaskyni. Og þetta er alveg sko, svo náttúrulega stendur hún fyrir... Nei, en getum við aðeins staldra við þetta. Já. Þegar að heimurinn er búið að ákveða að þessi dagur sé svona. Þá er alltaf mjög freistandi að spyrja af hverju er verið að standa í þessu og af hverju ætla ég að láta þetta yfir mig ganga. Og hvað gerir það fyrir mig að taka þátt í þessu? Er þetta ekki allt, þú veist, er ekki allt svona leiðir til þess að láta okkur haga okkur eins og hjörð? Frekar en að taka bara ákvarðan fyrir okkur. Skilur við? Já. Og Birna var alveg, spurði sig þessara spurninga, bara allt í gegnum hérna. Það er sko annar kafli sem ég fann, að ég ákvað að reyna að finna bara eitthvað sem, þannig að við myndum lenda á einhverju svona. Ég ætlar að lesa smá fyrir mig. Já, eða sko þú er samt betri lesar en ég sko. Nei, jú, ég er það. Já, þetta er svolítið svona, en þú ert það sko, því að ég er alls ekki fluglæs eins og, þú veist, þegar ég les fyrir Storytel þegar ég þarf að hugsa mig mjög mikið að því ég þarf að undirbúa mig og ég rugla svo mikið. Já, ég er frekar öruggur lesari. Já, þú bara flæðir, en ég er bara, og svo fyrir ég alltaf að lesa svo hratt og hérna og eitthvað svona. Sko, en ég ætla að segja samt, hún er ekki að segja frá því sem sagt að hún fór fyrir hönd fylkingunar til Norður-Kóreu. Vá. Og hérna, og þá hafði samt fylkingin samt slitið hérna samstarfinu við ungliðarhreyfingu The Federation of Democratic Youth sem voru svona kommunista ungliðarhreyfingar eftir innrásina í Tékkóslóvakíu. Þannig að hérna, en þau samt ákveða að selda Birnu í þessa ferð, því þetta var svona ákveðið tækifæri að fá að fara til Norður-Kóreu. Og mér langar bara að lesa hérna, það er alveg yfir í næstu blaðsíðu, þetta er svolítið skemmtilegt hérna. Hún er að fara sem sagt, hún er að leggja stað í þessa ferð. Hún flaug til Stokkólms og þaðan til Moskvu. Hún flaug til Stokkólms og þaðan til Moskvu og átti að halda áfram til Pyongyang daginn eftir. Hún hugði gott til glóðarinnar og ætlaði að nota tímann og skoða sig í borginni og heilsa upp á kunningja sem hún hafði frétt að væru þar. Ekki komst hún langt. Hún var stöðuð í hliðinu þar sem hún var ekki með vegabréfsáritun inn í landið. Hún sagðist vera á leiðinni á heimsmót æskunnar í Norður-Kóreu en hvernig sem á því stóð var hún ekki með flugmiða lengra en til Moskvu. Hún áttaði sig á því fyrst þarna á flugvellinum. Það eina sem hún hafði í höndunum var bréf með númeri sendiráðs Norður-Kóreu í Austur-Berlín. Hún var tekin föst og henni haldið í fangaklefa á flugvellinum í 2 sólarhringa. Hún fikk ekkert að vita, ekkert að borða en nóg að drekka af ódrekkandi svörtu tei. Enginn talaði við hana eða skipti sér af henni. Á 3. degi birtust að lokum 2 menn sem reyndust vera frá sendiráði Norður-Kóreu í Moskvu. Þeir sýndu henni skeyti sem hún kannaðist við og átti að fara til Austur-Berlínar. Á því var líka númer fylkingarinnar. Þeir höfðu reynt að hafa samband við bæði númerin en hvorugt svaraði. Birna sagði að það væri ekki von að þeir næði fylkinguna, númerið væri lokað. Í ráðaleysi sínu tóku þeir þá ákvörðun að taka hana trúanlega. Annar skrifaði eitthvað á blað og hinn stimplaði það í bak og fyrir og rétti henni með þeim orðum að hún yrði að gæta þess vel. Síðan losuðu hann úr prísundinni, fóru með hann á veitingastað og gaf hann að borða. Svo fóru þeir með hann á annan flugvöll ekki langt þar frá og sett hann upp í herflugvél sem var á leiðinni til Norður-Kóreu. Þetta var fyrsta og eina heimsókn hennar til Sovétríkjanna. Við tók einhver svo hræðilegasta flugferð sem Birna hafði farið í á ævinni. Hún tók 20 klukkutíma með millilendingu í Omsk í Síberíu. Þar var snjór, þar var skuggalegt og þar var kalt.
Hún var illa búin, það var engin þjónustu um borð í vélinni en henni tókst að krýja út teppi til að breiða yfir sig. Vélin var full af hermönnum. Sá í sætina við hliðina fékk hluta af teppinu. Ekki leið á löngu þar til hann fór að káfa á henni. Það fóru engin orð á milli þeirra en þau áttu í handalögmálum alla leiðina. Hann reyndi að koma höndum inn á hana en hún að halda þeim frá. Vá! Þingi var haldið í ráðstefnuhöll í miðri borginni. Þátttakendur voru 600 talsins allstaðar að úr heiminum. Þetta var í fyrsta skiptið sem Norður-Kórea var opnuð fyrir svo miklum fjölda erlendra gesta. Bréfið með stimplunum fleytti inn í gegnum allar hindranir. Þar stóð að hún væri formaður íslensku sendinefndarinnar. En þar sem hún var ein, var hún líka öll sendinefndin. Sem formaður fekk hún svítu á glæsuhótelinu sem hýsti þáttakendur. Hún aldrei hvorki fyrr né síðar búið jafn ríkulega og þessar 5 vikur sem hún dvaldi í Norður-Kóreu. Hún fann strax að hún átti ekki heima þarna, að hún yrði bara vandamál. Fyrsta daginn var gerð athugasemd við fötin sem hún var í og í næstu 2 dagar fór ég að reyna að fá hana til að vera í einhverju siðsamlegra. Hún var á tréklossum sem þótti ekki fínt, í gallabuxum sem voru bannaðar og þegar hún var bent á og hún væri ekki brjóstarhaldara ofböðinni. Hún spurði hneyksluð hvort þau virkilega hefðu verið að góna á brjóstina á sér, sagði á Íslandi þætti slíkt argast í dónaskapir. Þá fór allir hjá sér og hún var látin í friði með klæðaburð sinn. Með virðingatitilinn formaður hafði hún 3 manneskjur sem þjónuðinni, túlk, bílstjóra og pólitískan fulltrúa. Það var túlkurinn Lee sem reyndi hvað mest að fá hana til að gangi í fötum eins og hefð var fyrir þar í landi. Birna sagði við hana ef hún kæmi einhvern tímann til Íslands myndi ekki hvarfla neinum að fara fram á það að hún gengi eins og Íslendingur. Allir myndu virða hennar venjur og siði. Þrátt fyrir ströglið klæðaburðin kom þeim ágætlega saman. Lee hafði mist báða foreldra sín í stríðinu en samt var hún ekki munaðarlaus því Kim Il-sung var bæði faðir hennar og móðir. Já, hugsaði þér. Hugsaði þér ævintýri sem hún hefur lent í Birna. Og líka af hvað hún er voguð og óhrædd og náttúrulega mikil töffari að þola fangelsisvist og bara halda áfram. Og orðræðan, hvað hún er skýr með hluti sem að, þú veist bara, heyrðu, þú ert ekki að klæða mig, ég er ekki að láta þig skipta föt þegar þú kemur til okkar eða segja þér að skipta sið í mínu landi. Nei, en ég meina þetta eigum við náttúrulega öll að hugsa alltaf. Þú veist, til dæmis þetta sem er mér alltaf mjög hugleikið þegar verða að banna börnum að vera með húfur í skóla. Af hverju? Af hverju þessi regla? Af hverju var hún búin til? Og ef að börnum finnst gott að vera með húfur inn í tíma, af hverju mega þau ekki bara vera með húfur inn í tíma? Fyrir nú utan það sem lúsa sjampó gerða kona, þá eða sem sagt að hafa þegi marga lúsahausa, þá bara húfur eru og buff eru bara það besta sem hún gerir til þess að losna við lús í hausinn á börnunum. Já, og það eru engin haldur rök sem leiða því líkum að fólk læri minna með húfur á höfðinu. Það er ekkert opinbert plagg til það að það sé sérstök, það sé argasti dónaskapur að vera með húfur inni. Þú veist, þetta er eitthvað eldgamalt frá því að karlmenn tóku ofan þegar þau voru að heilsa hvor öðrum eða heilsa dömum eða bara þegar þeir mættu öðrum kalli með hatt þá tóku þeir ofan. Taktaðir húfuna. Alltaf þetta. Ég man hvað mér fannst rosalega gott að vera með húfu á hausnum þegar ég var lítil. Já, það var hlýtt og notalegt. Það er einhver öryggistilfinning í húfunu, sko. Já, það er það. Og manni finnst maður svolítið eins og maður sé komin einhvern veginn inn einhvers staðar. Skilja maður sé í svona safe space. Húfur, en sko, mér fannst gott að vera með húfu þegar ég var lítil. Núna þoli ég það illa, ég fæ eiginlega hausverk á öllum húfum. Mér finnst vont að vera með eitthvað á... Já, þrengja að enninu þess. Já, mér finnst bara vont að vera með eitthvað á höfðinu. Mér finnst eins og loki fyrir næmni og upptöku á upplýsingum úr umhverfinu. Að vera með húfu. Líf og störf Rósu Ingólfs. Já. Bæði byrjar svolítið skemmtilega. Hún Rósa Ingólfsdóttir er engum öðrum lík. Hennar fyrsta minning er ekki frá því hún var 3 eða 4 ára eins og við hin státum gjarnan af og þykir nokkuð gott. Rósa man fyrst eftir sér í vöggu. Vá. Ég man að þetta gerist í húsi afa míns og ömmu við Njálsgötu 96. Ég hef líka verið tæplega 1 árs. Vaggan hafði verið sett inn í borðstofu af því að þar voru gestir í heimsókn, en ég var hræðileg mannafæla eins og ég var reyndar fram á 30-aldur, þóttu ótrúlegt megi virðast. Og þar sem ég lá þarna í mestu makindum birti skyndilega andlit Gauju, frænku minnar yfir vöggunni.
Þetta atvik mér ógleymanlegt því ég var svo óstjórnlega hrædd við að sjá hana kíkja niður til mín að ég fór að hágráta og var óhuggandi lengi á eftir. Vá. En magnað að hafa minning á sér svona ungri. Já, og varnarlausri. En sko, Rósa var mögnuð kona. Hún var náttúrulega söngkona og lagahöfundur. Hún var grafískur hönnuður og gerði fullt af, þú veist, ég kann nú ekki að nefna það, en hún bjó til mjög mikið af svona... Þetta ekki auglýsing kúluvarp, þetta ekki Já, en sem grafískur hönnuður, hún bjó til mörg svona, þú veist, logo fyrir vörumerki og svona sem við þekkjum í dag. Ég kann ekki að nefna hver þau voru. Og svo var hann náttúrulega einhver frægasta þula landsmanna í sjónvarpinu. Já, þegar hún tók það einmitt. Og svo var hún líka merkileg fyrir þær sakir að sérstaklega þegar svona rauðsokkurhreyfingin verður sem sterkust á Íslandi. Þú veist þegar mamma mín og konur á hennar aldri og yngri, þú veist, og rauðsokkurhreyfingin varð svona áberandi, þá var Rósa í ákveðinni andstöðu vegna þess að hún hafnaði þessari hugmyndafræði rauðsokkana og hún svona vildi hvíla í kvenleikanum og hún fór svona alveg full force í það að vera dama og hugsa fallegum útlitið. Hún birti myndir af sig þar sem hún lá í baði með rósablöðum. Sko, ég náttúrulega dálítið fan af Rósu Ingólfs af því að hún náttúrulega elskaði rósir og hét Rósa. Dóri, ég alltaf að hugsa, mér langar svo að bæta Rósa við nafnið mitt. Já, Steinunn Ólína Rósa. Já. Steinunn Rósa Steinunn Ólína Rósa. Það ekki? Já. En sko, hún náttúrulega fattaði það að rósir eru náttúrulega bara táknmynd fyrir konuna. Og já, þannig að mér finnst Rósa Ingólfs hafa verið svona, hún líka svona kvenhetja, af því hún líka svona anarkisti. Hún fer á móti straumnum, allt öðruvísi sem Birna Þórðar, en þegar, þú veist, þegar allar konur eru að berjast fyrir kvenréttindum og eitthvað svona við viljum standa jafnfætis körlum og við ætlum að gera það með því að ganga inn í þeirra heim og ganga inn í þeirra störf og ég meina margar hverjar, þú veist, tilenguðu sér líka dálítið svona karllæg gildi, þá fer hún alveg omvendt inn í alveg svona kvenleika og hún uppskar mikið háð og það var gert grína henni, en hann var alveg sama. Hann var alveg sama. Alveg sama, sko. Ég ætla að fara hérna niður í, af því að svo var hann inn í leikhúsinu, hún var að syngja eins og segja svona. Á þeim 8 árum sem Rósa var í Þjóðleikhúskórnum, kom hún fram í fjölmörgum leiksýningum ásamt öðrum kórfélögum. Ég söng meðal annars í Lýsiströtu, Fiðlarnum á þakinu og fleiri verkum og þótt ég hefði alltaf verulega gaman að þessu, tók söngleikurinn kabarett öllu öðru fram. Það var alveg magnað stykki og það langskemmtilegasta sem ég tekið þátt í. Þessi blanda af bægslagangi, söng, dansi og leik var akkúrat mín lína. Ég fór með 5 hlutverk og þurfti að vera á hlaupum frá upphafi til enda vegna þess hvað ég var ofta skipt búninga. Ég lék nefnilega glamúr píu á næturklúbb, þýskan sveitapilt og allt þar á milli. Viðhorf leikarana til kórsins skyggði hins vegar dálítið á ánægju mína. Þessir almennilegu alvöru leikarar, innan gæsalappa, eins og ég kalla þá, komu reyndar alltaf vel fram við fólki í Þjóðleikhúskórnum. Það átti meðal annars við Herdísi Þorvaldsdóttur, Guðbjörgu Þorbjarnar, Róbert Alfred, en aðrir leikarar, sérstaklega þeir yngri, gátu verið með hundleiðilega stæla gagnvart kórnum. Þeim fannst við allt of áberandi á sviðinu og fá of mikla athygli og óánægja þeirra braust út með þeim hætti að þeir hættust endalaust að því hvað við værum hallarísleg. Þeir kölluðu elstu konundna meðal annars gamlar brussur og okkur hinar kórpíkur. En svona ruddakkjaftur var auðvitað aðalega á þeim sem drukku mest. Oh my god. Ég lét þetta fyrst ekkert á mig fá, en síðan fór ég að velta fyrir mér hvort þessi neikvæði stimpill væri ef til vill ástæðan fyrir því að ég fekk ekki fleiri tækifæri í leikhúsinu en raun bar vitni. Mönnum fannst ef til vill nóg að ég syngi í kórnum þótt ég hirti ekki líka önnur hlutverk. Svona var andrúmsloftið í Þjóðleikhúsinu á þessum árum. Hún hefur náttúrulega verið alveg óboðlega sæt, hún Rósa Ingólfs. Og óboðlega confident í kvenleikanum sínum. Já, hún hefur verið svona algjörst sex bomb, you're a sex bomb. Og þetta er náttúrulega sagan hennar, hún segir hérna, það ríkti andstyggileg afbrýðisemi og hrikaleg öfund. Maður sneri sér ekki svo við að ekki væri samstundis komin hnífur í bakið á manni. Það því ekki ofsögum sagt að leikhúslífið hafi ekki heillað mig. Í fyrsta lagi þoldi ég ekki að
ekki sukkið í þessu liði, en svo var ég líka búin að kynnast þriðju víddinni, kvikmyndatækninni í sjónvarpinu og var heilluð á öllum þeim möguleikum sem kvikmyndir hefur fram yfir leikhúsið. Já. Þetta segir sína sögu þá tíma sem voru, ég man alveg eftir þessu orði, kórpíkur, sko. Já. Ég man alveg eftir því, en það er alltaf gaman að, þú segir sko, hún nefnir þarna eina leiksýningu og þá átti ég mig á því að ég hef verið á sviðinu með Rósu Ingólfsdóttur. Nei, þetta er fyrra skiptið. Þú ert í Fiðlaranum á þakinu. Í Fiðlaranum á þakinu, þá er mamma að leika í Fiðlaranum og ég er inn í maganum á mömmu í Fiðlaranum, þannig að ég var á sviði Þjóðleikhússins með Rósu Ingólfs. Já. Og Benni Ellings er inn í maganum á Brynju, Benediktsdóttur. Okay. Þannig að ég og Benni Ellings, við höfum leikið með Rósu Ingólfs. Já. Við vorum reyndar fóstur í móðurkviði. Já, þið voruð þarna. Við vorum þarna. Þið voruð allt og ekkert þarna. Og það var svo fyndið þegar ég heyrði músíkinni í Fiðlaranum í fyrsta skipti, þá nauðaþekkti ég hana. Já, vá, en magna. Já, ég bara kunni hvert einasta lag. Já. Og ég náttúrulega lék í þessari sýningu. Já. Og ég bara kunni þetta allt saman. Bara eiginlega frá fyrstu æfingu, textana og þú veist, það var nú kannski ný þýðing, en bara, þetta var bara alveg í blóðinu á mér, sko. Vá, en geggjað. Já, og það er náttúrulega bara því að var náttúrulega reynslunni ríkari að hafa verið fóstur að leika í Fiðlaranum. Já, og svo spyr maður sig hvort að mamma þín og Brynja hafi verið einar af þessum ungu leikurum sem að voru... Sem að töluðu illa kórpíkurnar. Eða hvort að það getur nú verið, maður veit það ekki. Nei, sko, mömmu og Rósu var vel til vina. Mamma, ég man aldrei eftir því að mamma hafi sagt hnjóðsyrði Rósu, sko. Hún hafði lúmst gaman að henni af því það var svo sem líka í mömmu dálítið dálæti og fólki sem að svona fór eigin leiðir. Sjáðu, hérna er mynd af mömmu þinni. Má sjá. Sjáðu, hérna er Rósa ásamt félögum sínum úr Þjóðleikhúskórnum og útiskemmtun á Lækjargötu þann 17. júní 1969. Já. Þetta er bara mánuði áður en ég fæðist. Já, og sérðu, hérna er mamma þinn. Þarna er mamma. Já. Þarna eru þær stelpurnar að syngja. Kórpíkur og leikkonu Píkur saman í Lækjargötunni. En ekki Brynja því að Benni fæddist 31. maí, hann er nýfæddur. Já, þarna er Brynja komin í fæðingarorlof, vonandi. Vonandi, ég er rétt að vona það. Já. Ég er að sjá það, hvort hún hafi farið í fæðingarorlof. Já, hún hefur farið í fæðingarorlof. Hérna, Helga. Þetta er geggjað. Já. Herðu, en næsta bók svo. Herðu, næsta bók, Hjá Báru. Oh my god, þetta er nú bara kanónur, algjörar kanónur. Þær voru allar að hitta mig í sundlauginu á Akureyri. Allar þessar konur væru efni bíómynd, Dóra. Já, það er satt. Nei, alvöru, sko. Bára, sem ég vissi ekki fyrir ég fór að fletti í þessari bók, var sem sagt dansari. Jú. Þú vissir þetta? Já. Og hún og Sigfús Halldórsson, þau voru par. Oh my god! Þau voru svona bóhem par. Já, svona tónlistapar. Já, hérna drep ég niður í bókinni, bóhemlíf. Við vorum ungir listamenn og urðum ástfangin upp fyrir haus þegar í stað. Samband okkar Fúsa vakti auðvitað strax eftirtekt í bænum. Við vorum bæði þekktir skemmtikraftar, þóttum fallegt og listrænt par sem stjörnu ljóma stafaði af. Við urðum opinbert par frá fyrsta kvöldi og þótt við ættum að heita leynilega trúlofuð eins og það var kallað áður en hringarnir voru settir upp, hvíldi engin leynd yfir sambandi okkar. Við vorum saman og það stirndi af okkur. Kynntistu Báru eitthvað? Ekki neitt. Fórst aldrei í búðina á Hverfisgötu? Nei, ég átti samt heima bara niður á Lindargötu. Sko, ég nefnilega fór nokkru sinnum í búðina til hennar og hérna við urðum málkunnugar. Já. Og sko, þarna bara rétt eftir ég kem heim á námi þá fór ég að skemmta svo mikið. Ég var að syngja svo mikið og syngja með Hirti Háser og á börum og svona. Og ég fór til Báru til þess að finna mér einhver föt til þess að koma fram í. Þegar ég var að skemmta og þú veist, kannski fara á árshátíð með píanistum og skemmta og eitthvað svona. Og mér fannst svo gaman að koma í búðina til hennar á Hverfisgötunni. Auðvitað náttúrulega, húsið var allt bleikt. Og allt inn í búðinu var bleikt. Og svo voru gulllistar í loftinu og gull á rósettunum og svo náttúrulega allir þessi glæsilegu kjólar og þeir voru svona í plasti.
og þú veist, og hérna afgreiðslustúlkan, ég man eftir að einhvern tímann sá ég afgreiðslustúlku setja á sig hvíta hanska og hún var að handfjalla kjólinn og þetta var algjör draumaveröld og þarna seldi hún líka töskur og svona eitthvað svona, þú veist, einhverja skartgripi til þess að skreyta sig með og slæður og svo voru líka til sundföt og þetta var algjör ævintýraheimur og þetta var einhvern veginn í Reykjavík á þessum tíma, ég meina ég er kannski rétt rúmlega 20, það var engin verslun í bænum sem að, þú veist, Bjó til þennan glamúr. Já, glamúr og þennan heim. Maður steig bara inn í alveg aðra veröld, svona prinsessuveröld, þar sem að, þú veist, maður kom inn og maður mátaði eitthvað og ég man að hún var með fallega hluti og jafnvel fyrir sko ungar konur. Hún sko tróð mér ekki inn í semalíu steinakjóla. Hún var þá með einhverja svona drakt sem voru svona þröngar svartar, svona silkibuxur sem svona folluðust hérna kálfana og svo sett hún mig á svarta háa hæla og svo var svona eins og svona 20s kjóll yfir, svona náði niður á miðlæri, svona smá svona asniðin kjóll og þetta var alveg rosalega flott og svo var hún að kenna mér hvernig ég gæti skreytt þetta einfalda dress með skartgripum, með arböndum, með eyrnalokkum, með hangandi og þú veist, hún var bara rosalegu kennari og svo náttúrulega var hún svo glæsileg. Hún var alltaf alveg uppstríluð og með blásið hárið og alveg óaðfinnanlega til fara. Hún var alveg makalaus kona, sko. Og svo náttúrulega giftist hún átt hún mann sem að ég hvað þetta hann Pétur Svarti. Allavega og þau voru ævintýralegt par og ég meina Saga Báru, við höfum ekki tíma til að fara út í hann alla en sko ég las einhvern tímann svolítið í þessari bók, ég las hann nú ekki spjaldan á milli en Pétur var fagurkeri og vildi fallega hluti í kringum sig, einnig konur. Hann naut þess að vera í viðvist fagurra kvenna, hann tilbað þær og dáðist að þeim. Stundum fannst mér hann ganga of langt og gefa þeim of mikið undir fótinn. Mér fannst það óviðeigandi þegar ég var nærstödd og þótti hann niðurlægja mig með slíkri framkomu. En Pétur lagði ekki þá merkingu í riddaralega framkomu sína. Hann dáði einfaldlega fallegar konur og ef einhver slík var nærri átt hún óskipta athygli hans. Já. Já, hún hefur þurft að þola þetta. Hún vel mann sem sá hana en hann sá það sama í öðrum konum líka. Já. Þannig að þú það þarf sterk bein til að þola slíka menn. Já. Já, þú þarft allavega að geta treyst þeim mjög vel. Heyrðu, en ég ætla að fara með þessar bækur án þess að spyrja pendúlinn. Ég ætla að fara með þær allar í kassan fyrir utan Vesturbælaugina. Já, vegna þess að sko, ég meina, þarna eru 3 Íslendingasögu hetjur. Já. Ég bara vil að þær fara að selja hagkaupsleppana aftur. Ég myndi módela fyrir þá. Já. Þú líka? Já. Þetta er ógeðslega sniðugt. Amma ekki búið að hringja í þig? Nei, amma mín átti svona hagkaupslappa. Þetta var svo sniðugt. Ég meina, hún vann úti, en þú veist, að geta bara farið í svona léreftsslóð utan yfir fötin sín, meðan maður er að matbúa og svona, það er náttúrulega snilldin. Herru, hringir hagkaup. Það er verið að bjóða mótel. Allavega, allar þessar konur eru svona Íslendingasögu hetjur. Já. Allt konur sem að settu mark sitt á íslenskt þjóðfélag. Já. Og allt konur sem að sko einhvern veginn mjög sjálfstæður í hugsun og gerð. Ég meina hugsaðir Báru. Þú veist, ég meina Reykjavík er sveitaþorp sko 79 en þá þegar við erum að þú veist, við fæðumst þarna þú 68 og ég 69. Ég meina 10 árum síðar, þú veist, kannski, ég verið kannski verið 15 ára, 16 ára þegar ég labbaði fyrst þarna inn í þessa búð, kíkti þarna inn, sko, og ég man bara, þú veist, hún einhvern veginn bara opnar heiminn. Maður hafði aldrei séð svona fínerí eins og inn í búðinni hjá henni, aldrei, sko. Ég meina, mæður okkar voru þarna bara á lopasokkum, klossum og mussum og svona... Og brjóstahaldara lausar. Já, og í svona batikskokkum og einhverju rúllukrafbólum og já, einmitt og við sjálfar í svona velúrbuxum og flauelsbuxum og... Flauelsbuxum og í fötum af bræðrum mínum. Það var svolítið svoleiðis. Já, ég átti nú guðsjálf enga bræður sem var þar að klæða mig eitthvað en ég var svona eins og lítið kommunista barn
í svona einhverjum jarðarlitum. Þú varst lítið kommúnistabarn. Ég veit það. Lifi byltingin! Lifi byltingin! Lifi byltingin! Lifi byltingin! Lifi byltingin! Hvaða bylting sem hvort sem það bylting Rósu, Báru eða Birnu, sko. Já, Rósa Bára Birna. Rósa Bára Birna. Ef ég ætti von á barni núna, þá myndi ég skýra stúlkuna Rósu Báru Birnu. Rósa Bára Birnu. Og það væri, þú veist, í höfuðið á þessum 3 kanónum. Kanónum, já. Ég ætla að spá því Já. að það fæðist á landinu í ár lítil Rósa Bára Birna. Já. Rósa Bára Birna! Þú er flott, þetta er flott Rósa Bára Birna. Rósa Bára Birna. Núna, leið að við erum búin að kasta þessari hugmyndin í kosmosið, Já. þá kannski einhver sál á reiki í alheiminum. Já, ég vil þetta nafn. Sem segir, já, ég vil heita þetta og ég vil fæðast og svo velur hún einhverja móður til þess að koma í fangið það. Þú veist að Elín mín, þegar hún var pínlítil, hún var ekki nema sko 2-3 ára, þegar hún sagði mér það að hún hefði verið uppi í skýjunum hjá Guði og ég vissi ekkert hvaðan þessi hugmynd kom að því að ekki var ég guðrækin á þessum tíma eða hugsandi trúmál og fráleitt að ræða þetta við hana. En hún sagðist hafa setið upp í skýjunum hjá Guði og hort niður og hún fékk að velja. Og hún valdi mig til að vera mömmu sína af því að þú er svo skemmtileg, sagði hún. Ekki falleg. Jú, ég man að hún segði þetta við mig, hún var bara, þú veist, stóð allir hún nefa, ég hugsaði bara, vá, hvað þetta er falleg. Og ég held þetta sé svona, ég held að börnin okkar velji okkur. Ég ætla að velja hana. Já. Ég ætla að velja hana. Já, bara eins og við völdum það að eiga okkar foreldra. Já. Við vildum vera hjá þeim. Já, absolutt. Þó það getur nú verið erfið stundum. Já. En við vorum bara til í þetta, sko. Algjörlega. Algjörlega. Völdu þau og börnin okkar völdu okkur, sko. Já. Þó við værum alltaf að vinna allar helgar og... Já. Og þó við værum á köflum alveg hræðilegar mæður. Heyrðu, ég held að þessi þáttur sé á enda. Já. Rósa Bára Birna, við óskum þér velfarnaðar og bara velkomin inn í kosmosið þegar þú ert tilbúin. Já, tilbúin.